Jói, 4-1 sigur. Það var svona, mjög stórt augnablik í þessum leik þegar liðið kemst í 2-1. Hvernig sér þú? Já, ég bara sammála því. Það var frábært að byrja seinni hálfleikinn svona. Við höfum verið svolítið ósátt með sjálf okkur í undanförnum leikjum hvernig við höfum byrjað seinni hálfleikinn í leikjum og bara eiginlega báða hálfleika en seinni hálfleikinn sérstaklega og þetta var frábært svar hjá liðinu. Kom mjög öflugur og sterkar inn í seinni hálfleikinn og náðu þessu krúsíal 3. marki leiksins. Hilti bara mjög skemmtileg leikur. Já, ég get trúið því að það var mikið skemmtu því að við vorum mér fannst vera líf í þessu og gæði og eitthvað það bara augum hvers og eins hvað gæði eru. Þetta var bara barátta hvorugt liðið ætlaði að gefa eftir og langaði að fara með sigur inn í pásuna og bara þetta er flott víkingslið en alveg eins og margir vilja meina að okkur hafi gengið hörmulega undanfarið að við höfum náttúrulega tappað 3 í röð og þá bara aðeins brekka búið að vera hjá Víkingum og það gerist hjá góðum liðum líka. Þannig að mér finnst þetta frábært lið leikmenn í mörgum stöðum, eiginlega bara öllum sem geta refsað og bara töff lið þess vegna þessi sigur risastór fyrir okkur. Lið sem í brasi, þú veist, ekki svolítið líkilættir að mæta í baráttu og það var alveg baráttu í Þórbergi. Já, ég held að bæði lið hafi svolítið nálgast leikinn á þennan hátt og úr þessu var þessi orkusprengja sem þessi leikur var. Þetta var svolítið slagsmál og læti og það hefði alveg örugglega hægt að gera ýmislegt dæma að sleppa á dæma og alls konar svona bíó en þetta var vonandi bara hafði fólk gaman að þessu. Bara svona heilt yfir, hvað ertu ánægðast með? Í leiknum? Já. Ég hrikalega ánægð með að skora 4 mörk og okkur hefur gengið illa að skora í síðustu leikjum móti þessum topp 3 liðum sérstaklega auðvitað en svo bara svona barátta vilji og karakter og ég ætla ekki að ljúga neinu með það að fyrir þennan leik þá liðið okkar algjörlega á hækjum og í falla því að við höfum spilað á alveg allt of mörgum leikmönnum á þess að geta hvílt og þær eru meimsli hér og þar og orkan var ekki mikil þess að ég var ógeðslega stoltur og ánægður með stelpurnar okkar og liðið hvernig það keyrðu þennan leik í 90 mínútur og hvernig suma gerði það skil ég ekki. Mig langar að spyrja út í nokkrar einstaklingsframmistöður. Agnes skorar og held ég alveg bara pottet að skora annað mark sem allavega dæmt af. Veistu hvað gerist þar og hvernig metur hennar framistöðu? Ég bara hrikalega ánægður með Agnesi. Hún er eina þessu sem á annarri löppinni búin að vera að harka í gegnum þessa törn og ég get ekki verið ánægðri með hann og hennar framlag og hún svona átti nokkuð shaky moment í byrjun og hún svarar því bara eins og á að gera. Hún bara skorar átti að skora annað í fyrri hálfleiknum, var óheppinn með skallann þá á fjárstönginni. Í seinni hálfleik skorar hann bara mark sem dæmt af, þar sem var eitt af þessum mómenti sem við þekkjum sem fótboltaaðdáendur að dómari tekur ákvörðun áður en spyrnan tekin, ég ætla að flauta því að einhver hluta vegna hann dæmdi ekki áður á eitthvað klafs. Þetta eitthvað svona, ég þekki ekki reglurnar. Mér fannst hún eiga bara skilið eftir frábæra framistuð að fá bara annað markana. Þetta eitthvað, þú veist, eitthvað vesen heldur hún náið sér á bara næstu vikum? Ja, nei, hún bara fín, þetta bara álag og ekkert annað en álag. Stelpurnar í hörku formi og alvöru standi hjá Sibba og öllum þeim sem að djöflast. Það bara að láta það djöflast. Það í hörku standi, þetta bara álag. Við náum ekki að rúlla liðinu svona kannski eins og þessi lið sem með stærstu hópana. Þá bara situr þetta í og þær hafsendarnir okkar svona eins og haltulega blinda búin að vera í þessu prógrami og mér finnst það bara geggjaður að hafa klárað þetta svona í dag eins og allt liðið. Svo varst komið með Möggu aftast í lokinn, hún vön að spila aftast? Nei, hún það ekki en Magga bara eina af þeim sem að ef ég bið hann það núna örþreytt að slökka og loka læsa þegar síðastu farin heima, þá gerir hún það. Hún bara algjörlega mögnu og það frábært að eiga svona svissneskan vasahníf í liðinu sem að gefst aldrei upp og hættir aldrei að vera alltaf í botni. Önnur frammeistar sem maður langar að spyrja út í, Sonja Björk frammi. Hún er með físík, hún er með stærð og hún er líka með frábær snertingar. Hversu öflug hún? Ég bara Sonja Björk getur bara gert það sem hún vill og hún getur orðið besti framherjinn í þessari deild. Það bara engin spurning og framfarirnar henni eru eftirtektarverðar en hún er líka búin að leggja gríðarlega mikið á sig til þess að komast þangað sem hún er. En hún kemst miklu lengra og það keður hátt á henni og ég var hrikalega ánægður með hana í dag. Bara gæði. Fullt í viðbót við getum verið í allt kvöld. Sandra María er auðvitað að fara á EM, gott fyrir hann að skora í lokaleiknum? Já, bara gott fyrir hann og ég ætla að vera alveg heiðarlegur með það. Hún er búin að spila mikið. En við vitum svo sem að framundan eru gæðastundi með landsliðinu þar sem að toppfólk í öllum stöðum og mér sýnst þetta vera rúmlega maður og mann hérna í starfsfólkinu þannig að hún getur verið á bekknum bara og slakkað á og fengi dekur næstu daga þess vegna ákvaðum við að ég ætla bara að vera heiðarlegur með það. Ég spurði hvort ég ættum ekki að vera skynsum þegar það voru svona 15-20 mínútur eftir og það ættum ekki að stoppa og
ekki bara klára þetta fyrst við erum komið á stað og hérna hún bara klárar þetta. Hún vél sem eins og Magga, þetta ekkert eðlilegt formið á henni og það sem hún búin að klára hér að hafa ákveða sprettum og hlaupum í síðustu 4 leikjum er ekki tilbyggt. Hvað viltu sjá gerast bara núna næstu vikum? Að leikmenn hvíli sig og Sibbi að sjóða saman eitthvað rammgöldrótt fitnessprógram sem að þær eftir að taka svo þegar þeir eru búin að fá að hvíla sig aðeins. U20, við þurfum aðeins að fara að herða okkur í því og þá fáum við góða mínútur og góða leiki þar og svo bara aðeins svona auka ykkur fyrir yngri leikmenn sem eru náttúrulega eðlilega kannski svolítið pirraðir sumir að spila lítið hérna hjá okkur í meistaraflokkum en það er undirbúningur, U20 fínt í það og nú tökum við það aðeins á næstu dögum og vikum og æfum okkur, hvílum okkur og svo byrjum við að undirbúa okkur og svo komum við enn sterkari til leiks þegar að mótið ferast aftur. Viltu sjá hvað gerast í glugganum? Já, við ætlum að bæta við okkur hellingaleikum. Er eitthvað sérstakt sem þú sérð og þarft að gera? Nei, við erum bara á þeim stað og tókum með þetta okkur fyrir þetta tímabili að bæta okkar leikmenn og ef eitthvað kemur upp að þá skoðum við það en annars er ég bara með allan fókus á mínum sterkum sem ég ekkert eðlilega ánægður með. Ertu sáttur bara við stöðuna? Þú veist, ég veit að þú ert talað 3 báðan, enda þetta kannski góðan sigri en ertu heilt við sáttur? Já, ég er mjög ósáttur með að tappa fyrir Vala útivelli óþarfi. Ég er ósáttur með hvað við vorum litlar í okkur á móti FH og Breiðablik og mér finnst enn alveg sama þó að einhverju séu ósammála með því að við áttum að fá meira út úr Þróttaraleiknum. Þannig að ég er ósáttur við að hafa tapað fyrir þessu liðum en þetta er ekkert bara einhver lið og við verðum bara sætt okkur við stöðunum eins og hann er. Við erum í þessu sæti sem við erum í, liðin fyrir ofan okkur er liðin sem við höfum ekki náð að vinna en við eigum sem betur fyrir eftir að spila við þau aftur einu sinni og jafnvel tvisvar. Þannig að það eru stig í pottinum, það er ekki það langt þarna upp að við getum bara að fara að kasta inn handklæðinu og ákveða að sigla hér lignan sjó, alls ekki. Við erum bara, það er hugur í okkur. Það er rúmur mánuður í næsta leik, þar er við 3 stig í boði og ef maður har að skoða töfluna. Það er hellingur í þessu, við erum ekki tækt svo. Takk fyrir þetta, Jói.